Góðan daginn, kæru vinir, og við erum mætt hérna til þess að tala eitthvað inn í hljóðmyndin okkar sem við þykjumst vera með. Og hún er eins og hitt svona ákveðin tími sem að Drottinn setur okkur og leyfir okkur síðan að spjalla bara. Já, þess vegna daginn og veginn inn á milli. En við förum að stað bara með það verkefni sem hann hefur áður undirbúið og við gerum okkur bara klár til þess að það komist í skila eins og vera ber. En við erum aftur á móti svona hafum ýmsans fjörun og sopið og reynt alls konar og viljað alls konar og ef við förum yfir þá sögu þá hefur sumt gengið eftir en annað hefur ekki gengið eftir og væntingarnar voru sumar ungæðislegar en það vorum við nú ung auðvitað þegar við byrjuðum að pæla hvað við ætlum að verða og allt saman það og þó að ég sem ungur maður og krakki og barn ætlaði mér aldrei að verða neitt annað en sjómaður. Og það er alveg eðlilegt að svo hafi verið því að ég er kominn á sjómönnum og systkini mín, bræður mínir voru sjómenn og það svona var svolítið svona kringu þá hjá okkur yngra fólkinu og ekkert óeðlilegt það því að umhverfið, bærinn, staðurinn sem við byggum á, hann var allur merktur sjómönnum. Þetta hefur breyst svo mikið hvað þetta varðar að sjómenn, já þeir sjást alla orðið og umfangi sem að maður bjó við kringum höfnina, þetta sést ekki. Það hvarflar ekki að nokkur manni að gefa einum í soði, þetta var mjög algengt á þeim tíma og ef að þetta yrði gert í dag þá sjálfsagt myndi útgerðin bera fram kæru þjófnað. Svona hefur þetta allt saman breyst. Þannig að þetta svona náungur kærleikur, þessi gjafmildi og gestrisni, hún hefur svolítið beðið hnekki í þessu landi. Og ekki bara í þessu landi, heldur bara víðast hvar í Evrópu. Þannig að fólk þar er ekkert að upplifa sama og var fyrir hálfri öld hvað þetta varðar og svo margt annað. Þannig að við erum ekkert einir á báti hvað þessa hluti varðar. En þjóðin á sér samt þessa sögu. Hvaðan þetta er sprottið til að mynda að gefa í soðið og svona er líklega mögulega hugsanlega frá tríma kreppuárana. Þegar menn svona voru ekkert vissir hvort þið fengju í matinn í næstu máltíð en sjórinn var alltaf að gefa okkur. Það var heilmikið aflabrögð og menn komu niður til hafnarinnar og ekkert endilega kannski til þess að fá í soðið heldur til þess bara að hitta menn og fá svona fréttir af því hvað verið að gerast þarna út á hafinu. En sumir komu heim með ýsu í sitt hvora hendi einn og sumir fóru gagngert til þess að biðja mann og annan í soðið og það var bara sjálfsagt að veita þetta. Ég bað stundum þetta sem krakki strákur í Hafnarfirði og ekki oft reyndar en við töluðum við hann sem stóð á vörubílspallinum sem oftast nær var stýrimaður bátsins sem var að vera að landa á. Hann bara tók næstu ýsu og reyndi meira að segja velja fallegustu ýsuna og lét okkur hafa, lét mig hafa. Og með þetta fór maður heim og foreldrar manns voru þetta þakklátir fyrir það að þau var neitt að biðja þetta. Það var ekki þannig sem skortur heima. En þetta var bara siður. Það var bara siður að fara þessa leið og þá þótti mönnum þetta alveg sjálfsagt. En eins og ég var að segja áðan og þá var líklegt að þetta yrði ekki leyft í dag. Og jafnvel ef að menn væri upp í sér að þessu, gætu þeir alveg átt von á því, yrði bara kært
lögreglan sett inn í málið fyrir þjófnað. Svona strangt til tekið má alveg segja það að þetta sé þjófnaður. Því að náttúrulega útgerðin sem að sækir aflann á þann fisk sem að kemur borð, og það hennar akkur auðvitað að geta selt þetta sem mest auðvitað og á þeim verði sem í gangi. Eins var það með togarana, ég veit ekki alveg hvernig þetta í dag, en menn tóku sér í soðið, flökuðu fisk, og ef við gerðum þetta reyndar ekkert fyrir framan augun og skipstjóranum, hann vissi auðvitað af þessu en gerði ekkert í því vegna þess að þetta var bara það sem menn gerðu og þótti sjálfsagt. Og menn voru að fara með kannski kassa fullan af flökum heim, og ég get alveg fullyrt það að þann tíma sem ég var á togurum til að mynda, þetta var nú 10-12 ára tímabil, eða meira, 12 ára tímabil, þá var aldrei keyptur fiskur á mínu heimili. Þannig að við bara skaffuðum þetta, sjómanninn, og fengum um borð og enginn sagði neitt, og allir hinir gerðu þetta líka, og þetta var bara til siðs fyrir okkur. Það er búið að klippa á allt svona, þessa mannlegu þætti í samfélögum okkar mannana, og vegna þess að við erum farin að reikna allt út í peningum, hagnaði, arði. Það er ekki svo lítið hagnaði líka að vera bara með þetta uppi, vera ekki alveg rígbundnir í arðtölum og hagnaðartölum og öllu því, og safna svo upp stöflum af arði í þessum fyrirtækjum sem eru miklar oft á tíðum, og það er svo sem alveg hægt að fagna því, en hvað ætla menn að gera við allan þennan arð? Það segi ég með það. Það er skortur víða í samfélaginu. Ég veit ekki til þess að neitt af þessum arði, eða lítið af þessum arði og samt ekkert af þessum arði fari í neina uppbyggingu að þessu leyti. Þannig að við erum að safna í kistur og sjóði sem við veitum kannski ekkert alveg 100% hvað við ætlum að gera við. En það er fullt af fólki bara hér og nú sem að gæti alveg nýtt þessa peninga og þess að reyna, ég væri verið að keyra á neitt þannig séð. Við veitum alveg að ef ykkur að bjóða hana peninga þá koma nú endilega fyrst og fremst þeir sem þurfa ekkert á þeim að halda, en einhverjir sem að kæmu, þeir þurfa virkilega á þeim að halda. Þannig þessi sem eru frekir og gráðugir að þeir í raun og veru eru mikið að eyðileggja þessa gjafmildi, og menn átta sig allt í einu á því, við erum að láta peninga til mann og kvenna sem þurfa ekkert á þeim að halda, við bara stoppum þetta. Þarna þurfum við að horfa svolítið í eigin barm, hver og eitt okkar, því að eigin barmur, hann auðvitað veit hvað viðkomandi þarf, hvað hann hefur, og ef hann vill, þá gæti viðkomandi spurt, þarf ég nokkuð meira? Já, menn segja að við þurfum alltaf aðeins meira. Ég held að það sé bara röng hugsun. Það er svona þessi græðgishugsun sem að sprettur upp, en er ekkert að skila neitt sérstaklega góðum arði í raun og veru. Og að því að þessi hugsun er uppi, ég fer og sæki í sjóð, þó ég þurfi ekkert á þessum peningum að halda, ég nóg fyrir mig, sem að beglar þetta allt saman. Sem gerir að verkum að þeir sem að þurfa fá ekki það sem að þeir gætu mögulega fengið ef allir væru bara heiðarlegt fólk og sæktu ekki þangað ef þeir þurfi ekkert á því að halda. Til dæmis þessar hjálparstofnanir, það er verið að gefa mikið að fatnaði inn í þessar hjálparstofnanir, og það koma fólk, þetta er að handa þeim fólki sem getur ekki keypt sér neitt sjálf, vegna þess að það á ekki fyrir því. Þetta er náttúrulega svakaleg blessun sem að þessu fólki er fært upp í hendurnar með þessum stöðum. En þetta er bara partur af því fólki sem hefur ekki aura til þess að kaupa. Aðrir koma þangað
sem gætu strangt til tekið eignast þetta bara með því að kaupa þetta í verslun. Allavega talaði nú drottinn með þeim hætti til mín. Ég var nú að gera þetta og gerði þetta nú aldrei lengi og líka þetta nú ekkert sérstaklega vel að gera þetta svona því að maður var nú ekkert að fá endilega þær flíkur sem maður vildi fá sjálfur en notaði þetta en svo hætti ég þessu bara. Ég fór að hugsa með sjálfum mér, byrju, drottinn lét mig hafa peninga. Hann skaffaði mig peninga til þess að ég keypti það sem ég þyrfti að kaupa. Þannig ég lagði það allt saman til hliðar og hef ekki notað þetta núna lengi. Og ég bara nota mína peninga í þetta til að mynda. En ég kannski kaupa ekkert mikið af fötum en latu við að kaupa með föt og kannski þú líka. En maður er ekki lengur að standa í biðröð eða fara inn í þessar verslanir sem er að gefa fatnað. Það ger ég ekki. Þessi þetta er ekki fyrir mig. Þetta er fyrir hann og hana sem hefur ekki efn á þessu. En ég segist hafa efn á því og það væri því rangt fyrir mig að vera eitthvað að taka úr þessum stöflum. Ekki svo að skilja að það sæi högg á vatnið og einu að tvær flíkur færi úr þessu. En hugsunin er ekki þess í dag að gera þetta. Ég veit ekki hvort þér finnst þetta rétt eða röng hugsun. Því svo var líka annað sem ýtti á þetta, það var, mér líkaði ekki þessi fátækta hugsun sem fólst í því að ég sagði við sjálfa mig og við segjum við sjálfum okkur, ég hef ekki efn á þessu. Þetta er bara rangt, ég hef víst efn á þessu og mörg okkar höfum víst efn á þessu. Þessi fátækta hugsun kalla líka fátækta andi, hann er alveg hræðilegur. Hann er veður uppi í þessu allsnægtar samfélagi í Íslandi og hann er út allt, hann er ekki bara hér, sem að fær þessa hugsun endalaust upp hjá fólki að ég get ekki veitt mér þetta, ég get ekki veitt mér hitt. Og þetta fólk er alveg bullandi óánægt með það að geta ekki veitt sér þetta og geta ekki veitt sér hitt. Þetta er ekkert annar fátæktar andi þarna á ferð sem kemur því svo til vega að þessi hugsun er og hún viðhelst. Og þetta fólk, því að það þurfa allir að vera í fötum og eiga eitthvað af fötum, það fer oft inn í þessar verslanir sem er að gefa fatnað, að selja þetta fyrir sama gjöf. Og þetta er fatnaður sem að það er að klæðast. Ég er ekki að gera neitt lítið úr því, þetta er kannski allt í lagi að menn vilja þetta. En ég segi, þú sem ert Guðs maður, ég veit að hann hefur skaffað þér ákveðið fjármagn til þess að lifa fyrir. Hann segir þér, snýttu stakkin eftir þeim vexti sem að fjárráðin leyfa. Og þú byrjar að skilja hvað áttir við. Og allt í einu ertu bara komið með, ég náttúrulega allt sem þú þarft, ég tek það fram, þú hefur allt sem þú þarft, en ekkert samt meira heldur en það. Af hverju þarftu meira en þú þarft? Ég veit það ekki, þetta er kannski sprottið af þessari fátæktar hugsun að við jafnvel söngum að okkur einhverju sem að við vitum að við munum aldrei nota. Við segjum, já, við getum einhvern tíma þurft að nota þetta. Einhvern tíma. Hvenær er einhvern tíma? Hvað með daginn í dag? Hvað þarftu að nota í dag? Hvað vantar þér mest í dag? Ég veit það ekki. Allir vanti bara ekki eins og mörgum öðrum mest þessa nægjusemi, ég hugsa það. Þannig að þetta er svona að það er búið að brengla svo mikið manneskjur þannig séð. Það er búið að setja svo mörg gylliboð upp fyrir manneskjuna að í raun og veru hefur þetta ruglað fjöldamanns svo í rýminu að það veit ekki upp eða niður í einu eða neinu og verður svo óanægt með allt saman
vegna þess að það segir ég get ekki veitt mér þetta og hitt. Færri taka sér taki og segja við sjálfa sig. En hvað að gera sér að góðu það sem maður með? Þetta annað orð yfir það að meta kringumstæður með réttum hætti. Og þetta geta allir menn gert. Það geta allir menn metið kringumstæður með réttum hætti vegna þess að þeir eru viti borið fólk. Fátæktar hugsun, fátæktar andi, þess að vorum að tala hann hræðilegur. Hann rangur. Hann eitthvað sem þessu valdandi að við erum aldrei ánægði í eigin skinni. Drottinn til að mynda kom til þess að við gera okkur ánægð. Hann dó á krossi og gerði allt undirbúið til þess að við kæmustum í gegnum þessar þokur okkar og tilsýn í birtuna og yrðum ánægð. En hann skikkar okkur ekkert í þetta. Og þess vegna hann með að dæla út kennslu. Þess vegna hann að dæla út sínu orði. Því að það viðmiðið að því að þekkja hann sem öndvert merkir að þú ánægð manneskja. Þú ert ekki að fjargviðrast yfir því sem þú hefur ekki. Þú ert ekki að fjargviðrast yfir því að þér skorti þetta og hitt. Ef að Drottinn fær að gera sitt verk, því ég veit að hann vill, þá segir við sjálfa þig og sjálfa, hann mun vel fyrir sjá. Sjáu þið ekki hugsana muni á því að vera haldin þessum fátækta anda og fara inn í þessar verslanir þar sem að menn eru að þiggja að gjöf, föt, jafnvel þó við ættum peninga sjálf til þess að eignast þetta. Við notum peningana það sem við eigum, lítið og allt það, ég veit það, í annað. En svo förum við í þessar verslanir sem að gefa föt og fáum fatnaðinn á okkur þar. Hvort sem það eru nærföt eða fínustu föt. Það går ekki að snúa þessu við. Að nota þessa peninga sem fyrir mig sem einstakling, ég einstaklingur og ég þarf ákveðna framfærslu á mánuði og ég hef hana. Þú hefur ákveðna framfærslu á mánuði sem einstaklingur og þú hefur hana en ferð kannski illa með þessa framfærslu. Og þú ert jafnvel svo manneskja sem ert að berja þig svolítið með því að þú getur ekki gert þetta fyrir börnin þín, fyrir barnabörnin þín og svo framvegis og framvegis. Það vegna þess að þú sérð ekki að þessi framfærsla, hún sníður þér í raun og veru ákveðin stakk. En þú vilt ekki klæðast þessum stakki sem passar fyrir þig og vilt gera þetta einhvern veginn öðru sig, þá komin upp þessi óánægju vog. Hún búin að orðin sem sagt hærri ánægju voginni. Og það þetta sem að þessi fátæktar andi að gera í lífi fólks. Þess vegna segi ég það og stendi það, svona hræðilegur. Hann hræðilegur. Hann meira, hann skelfilegur. En hann þarna, hann býr með okkur, hjá okkur og segir alls konar við okkur. En við þurfum ekkert að taka neitt við þessum boðskap. En gerum það vegna þess að við hlustum ekki svo mjög á Guð. Við erum Guðs konur og Guðs menn, en erum það þó ekki. Við viljum að hann sjáu fyrir okkur og elskum þegar hann blessar okkur. En hann blessar okkur ef við sjáum ekkert alltaf þessa blessun. Hvað til að mynda framfærsla annað en blessun? En þú segir, þetta ekki nóg. Og þá má líka spyrja, hvenær nóg? Þegar fjármagnið annars vegar, þá vitum við að þá aldrei nóg.
fyrir mér þetta rosalega einfalt mál. Þetta upphæðin, ég þarf þetta og ég get framfleytt mér með þessu, en ég þarf að sníða stakkinn minn svo passi á mig, með öðrum orðum. Það gæti svo farið að ég þurfa að losa mig við einhvað af þessu. Ég til í það? Ég alveg til í það, já, og ég hef gert það. En ég með allt sem ég þarf og það málið. En ég get náttúrulega ekki verið að spreða peningum í Pétur og Pál og hvað ætti ég að gera það? Hvað hjálpar það Pétri eða Páli þó ég rétt honum 5.000 skall? Hann á enga pening. Hann hefur enga framfærslu. Ég rétt honum 5.000 skall og verður glaður með það. En þessi 5.000 skall hann klárast á hvað næsta degi kannski. Og hvað þá? Þá tekur ekkert við. Hann þarf framfærslu. Ég hef framfærslu. Og ég hef sniðið minn stakk eftir þessari framfærslu. Og það var til þess þegar ég áttaði mig á því hvað ég væri með og hvað ég ætti. Ég tók ákvörðun það væri ekki staður fyrir mig að fara inn á þessar gjafaverslanir sem að gefa föt og mat og svona. Ég bara kaupið þetta sjálfur. Ég þá ekki blankasti maður í heimi? Ég nefnilega ekkert blankasti maður í heimi. Þetta gengur bara vel. Þannig að maður ekki lengur að glíma við þessa andstyggð sem heitir fátæktarandi. Maður komin lengra. Það hægt? Komast lengra í trúnni? Ég spyr þig, já, það alveg hægt. En þetta verður að vilja. Þetta verður að gera. Og ef þú vilt ekki gera þetta, þá get ég lofa þér því að það gerir þetta enginn fyrir þig. Þannig gangurinn í þessu öllu saman að við verðum að vinna þetta allt sjálf. Þetta svona ákveðin hugarfarsbreyting sem verður. Og hún kemur þegar þú ferð að velta þessum málum fyrir þér út frá því sem að orðið að segja. Við erum oft að tala um það og við erum oft talað um það á þessum vettvangi að Drottinn muni vel fyrir sjá og við höfum orð fyrir þessu í orði Guðs. Hver þá vandinn? Hún þessi vantrú sem við erum alltaf að glíma við. Það eitthvað sem snertir okkur mjög persónulega og það ekki þetta að neita því að þessir aurar, þeir snerta mann mjög persónulega og við höfum búið til samfélag í dag sem hefur gert okkur alveg rosalega hátt peningum. Eiginlega allt of hátt peningum. Við vorum að tala þann tíma í lífi íslenskara þjóða þegar menn fengu í soðið. Bara Pétur og Páll upp í bæ, hann bara kom niður á bryggju og svo fór hann heim með 2 ísúsborða með sér í matinn. Menn héldu bara á þessu út í það var farið. Og eins og ég var líka að tala að þá fóru menn ekkert endilega niður á bryggju, bara áhuginn á sjómennsku og sjó var slíkur að menn fóru þangað. Margir af þessum mönnum voru fyrrverandi sjómenn og kannski hættir í bíli og þeir þekktu fullt af fólki borð í þessu bátum og þeir fóru að kjatta við þessa kalla. Fengu að þeim kaffi á kokknum og svona. Þetta var ekkert óalgengt að þetta væri gert á kvöldin til að mynda í Hafnarfirði og sjálft verið á öllum stöðum þannig þegar bátarnir byrjaði að streyma í land eftir róður dagsins. Og svo fóru þeir í land náttúrulega og þá kannski voru þeir með í soðið. Þetta löngu búið. Þetta fer allt fram í lokuðum rýmum þannig séð og allt á vaktað og passað upp á að enginn sé nætt að gramsa í soðið. Það er bara keyptu þér fisk, væni minn. Þetta svo sem allt í lagi. En þetta svona líka mynd af því, þetta mannlega, góða, fallega, fagra, við höfum ráðið svolítið á það. Ég held að við getum ekkert þrætt fyrir að svo sé. Ég held að þetta sé heldur ekkert eitthvað sem við vildum. En þetta það sem kom vegna þess að við hugðum ekki að okkur. Við vorum ekki með
voru kannski með þessu góðu gildi uppi, en svo var byrjað að höggva í það og svo hvarf það og við tókum ekki eftir því eins og það væri horfið. Þess að voru líka að tala að þá sérð þú ekki mann eða konu eða neitt biðja sér soði. Þetta fer allt orðið inn á markað, en það var ekki þannig áður. Það kom vörubíll, bakkaði að hverjum bát fyrir sig og svo var híft upp úr bátnum með bómu spilsins og þessu sturtað á vörubílspall sem stóð á bryggjunni og upp á þessum palli stóð einn maður og menn undu sér á honum og bara spurðu, get ég fengið í soðið? Það var yfirleitt alltaf vel tekið. Þetta var sá tíðarandi þá, en hann lognaðist út af og menn tók ekki eftir því þegar hann byrjaði að fjara undan þessu. Þess að ég segi, hverjum dytti það til hugan núna að fara fram á þetta? Þetta var til siðs hér í einatíð. Þetta voru mjög góð gildi, virkilega áhugavert framtak sem þarna var unnið. Og þetta sem ég að tala með þetta að fá í soði, það var búið að vera í áratugi. Mögulega var þetta til í kreppunni og kannski hefur þetta alltaf verið til á Íslandi að menn hafi getað komið og fengið í soði hjá þessum ágætu sjómönnum. En það er ekki lengur og það er langt síðan að því öllu saman lauk. Þannig að við höfum verið að höggva í þessu góðu gildi. Og þetta segir okkur það að við erum kannski ekkert með endilega svo miklu betra þjóðfélag en við vorum, en við erum alltaf að monta okkur á því að þetta sé nú alltaf miklu betri í dag. Það er alveg rétt að það er séð fyrir okkur. Og það er alls konar fólk, sérfræðingar sem koma fram, eins og ég segi, til þess að segja í gegnum fréttirnar eða útvarpið eitthvað, hvernig mér líður. Það kunni ekki bara tala beint við mig. Það er aldrei gert.